Bragi Karl, velkomin til Njarðvíkur, bara svona fyrst og fremst. Hvernig bara svona tilkynningin að komin í grænt? Takk fyrir það. Tilfinningin er bara mjög fín. Bara að finna fyrir miklu metnað í félaginu og það er bara spenntur að bara komast í stað. Hvernig svona, bara þetta fljótt að eða er þetta bara svona tildulega nýskeið? Já, eða svona nokkuð fljótt að. Maður svona fann það að maður var ekki að vera í því hlutverki sem maður vildi vera í FH. Þannig að maður svona þá vildi að fara að skoða eitthvað annað og Njarðvík kom upp og hljómaði með spennandi projekt. Þannig að það var eitthvað sem ég langaði að taka þátt í. Þannig að ég er bara, eins og segja, spenntur. Hver var svona sölupúturinn til að selja hugmyndir Njarðvík? Aðalega bara metnaðurinn og passionið sem maður fann einhvern veginn fyrir því að ná árangri og mér finnst ekki bara svona umhverfið og þjálfarateymið heillaði mikið. Þannig að já, bara allur pakkinn í rauninni. Njarðvík lentur náttúrulega í öðru sæti á síðast tímabili, voru svona hálfspil tráði að reyna að fara bara beint upp. Finnur þið fyrir svona miklu svona eldmóði í að gera betur? Já, maður fylgist náttúrulega með lengildinni fyrra og Njarðvíkingarnir litu mjög út. Þannig að vonandi ég hjálpa þeim að klára þetta og komast í bestildina. Það er metnaður, þannig að mér langar að hjálpa til að klára það. Svona fyrsta leikurinn verður vantilega núna helgina þegar þú ferð í Lengjubiknum, þar mætirðu svona uppeldisfélaginu er kannski svona skemmtilegasta byrjunin að mæta kannski uppeldisfélaginu strax. Það er alltaf lagi. Fyrsta leikur minn fyrir FH var á móti líka. Þetta er alltaf skrítin tilfinning að spila á móti uppeldisklúbbnum, en svona er boltinn. Þannig að maður spilar alltaf leiki og gefur sér alltaf fram alveg sem móti hverjum maður að spila. Var það bara Njarðvík sem var síðan í myndinni eða var ykkur hugmyndum að það voru ykkur önnur lið í menginu? Það var alveg eitthvað í menginu, en mér leist alltaf best á Njarðvík og eftir spjallið við Davíð og þá var maður spenntastur fyrir þessu, þannig að bara mjög ánægður að vera komin. Og svona bara markmið þín fyrir sumar, ertu búin að setja þér eitthvað markmið með eitthvað markafjölda eða eitthvað slíkt? Nei, ég er svo sem ekkert verið vanur að gera það eitthvað. Maður er einhvern veginn bara maður vill fá að spila og gefa sér alltaf nýta og það verður mikil samkeppni hérna líka, þannig að bara leggja sér alltaf fram og þá koma mörkin og stóðsendingar vonandi með líka. Takk fyrir.